frá 18. janúar, 21. janúar og 28. janúar. Undir fundargerð borgarráðs frá 21. janúar þarf að greiða atkvæði 11. lið, Grensásveginn. Undir þessum lið þarf líka að greiða atkvæði gömlu höfnina Vesturbugt og 30. lið sem tillaga að viðauka vegna kjarasamninga. En borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason hefur hvatt sér hljóðs. Forseti, ég ætla aðeins að minnast á þau mál 2 sem eru að fara núna í kosningu og kannski byrja á Vesturbugtinni sem er í fundargerð borgarráðs frá 28. janúar. Það mál á sér svolítið þétta sögu, meira heldur en svona fólk almennt gerir sig grein fyrir, ég held. Það var samþykkt deiliskipulag á þessu svæði eftir samkeppni sem var árið 2003 og það skipulag sem síðan fór í skipulagsferli var dagsett í október 2006 og var samþykkt síðan og var dagsett í apríl 2007. Og það skipulag var mörgu leyti öðruvísi heldur en það sem við sjáum í dag og það kannski aðallega vegna þess að í þeirri skipulagsáætlun gert ráð fyrir því að Mýragatan fari í stokk og þar á leiðandi tóku eiginlega þau hús sem þar átti að rísa mið af því að þarna væri íbúðagata og garðar opnuðust inn á móti götunni. Það hins vegar breyttist nú, þær hugmyndir breyttust og þær aðstæður breyttust þannig að það var horfið frá þessum stokki og sem lá reyndar ekki bara undir Mýragötunni heldur lá undir byggðinni sjálfri. Og var sem sagt eiginlega forsenda þessa skipulags var það að breytingar eru gerðar á gatnaskipulaginu en þær höfðu jafnframt það í för með sér að vegna gangna opsins eða stokkar opsins að þá hefði hluti af verbúðunum, svona grænu verbúðunum sem við þekkjum, niður við höfnina að fara. Og það var nú eiginlega kannski lán í óláni að það var hætt við að gera þennan stokk vegna þess að þetta hefur náttúrulega síðan nýst ákaflega skemmtilega til þess að þróa þetta svæði. Þar segja þessar gömlu verbúðir. Síðan vegna þessara breytinga þá var farið út í aðra samkeppni sem var árið 2008 og ég tók þátt í henni og sömuleiðis borgarstjóri og fleira gott fólk og út úr því kom það að arkitektinn Graham Massey vann þá samkeppni en gallinn kannski við það samkeppni var sá að vegna bara efnahagsástandsins að þá tóku mun færri þátt heldur en vonur stóð til. Einhvað síður var sú tillaga sem Graham Massey gerði áhugaverð og við hana var stuðst svona að minnstakosti framan að. Ég held að flestir hafi svona séð að það að gera breytingar á enda var þetta rammaskipulag, ekki deiliskipulag sem að samkeppnin stóð að og þetta sami arkitekt og síðan gerði þetta rammaskipulag sem við erum að styðjast við fyrir Vatnsmýrina og vann jafnframt samkeppni skipulag Akureyrarbæjar. Þannig að hann var nú svona hnútum kunnur og kom hér upp nokkru sinnum til þess að fara yfir þessi mál. En tillögu hans var breytt í mjög verulegum atriðum í skipulagi sem að gert var og samþykkt var árið 2013. Og nú ég nú bara farið þetta svona vegna þess að þetta er mjög óvanalegt að svona svæði eins og þetta skuli fara í gegnum svona mikla breytingar. Það voru reyndar fleiri breytingar sem ég ætla ekki að fara á svona 10 hér. Og síðan sem sagt núna erum við enn eina ferðina að fjalla þær breytingar sem að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsókn flugvallarvinna erum ekki sammála og greiddum atkvæði gegn þessum erum hér í þessum sporum í dag. Það sem hefur gerst eiginlega frá því að Graham Massey skilaði sínum tillögum það að hann sjálfur hefur lýst því yfir að þetta sé ekki það skipulag sem hann var að vinna með og hann ekki sammála þeim niðurstöðum sem við erum að vinna með. Það nú svo sem hans mál. Við erum ekki bundin af því sem hann leggur fram. En það hins vegar hafa borist
mjög miklar athugasemdir við þetta skipulag og ég verð að segja að þær athugasemdir sem að bárust frá íbúasamtökum Vesturbæjar eru mjög góðar. Það er benda á svona þessa augljósu þætti og ég bara kem hér uppstofandi til þess að rifja það upp áður við göngum til atkvæðagreiðslu um þetta og það var þannig fyrst og fremst það að það skipulag sem við erum núna að vinna með Vesturbuktinni tekur eiginlega á engan hátt, eiginlega ekki einu sinni pínu lítið tilliti þeirra byggða sem þarna næst. Það má eiginlega segja það að þarna séu bara komin 2 borgarhlutar, annars vegar Vesturbuktin og svo hins vegar gamli bærinn sem þarna stendur næst þessu skipulagi. Og það tekur ekkert tillit til þess að það fjölgar í hverfinu með uppbyggingu á Vesturbuktinni og það ekki gert ráð fyrir neinni úti aðstöðu en einum af þeim þörfum sem að hverfið hefur sem íbúar hafa verið að benda mjög oft á. Ég ætla semst bara að segja það að ég tek undir þessir rök íbúa samtaka Vesturbæjar. Ég ætla svona að ég hef ekki mikinn tíma, þá ætla ég ekki að fjalla mikið meira um þetta. Kannski gefst tækifæri til þess að ræða þetta eitthvað frekar ef að borgarfulltrúar komi hér upp og vilja fara eitthvað betur yfir þetta. Við bókum þetta í borgarráð, það munum bóka með svipuðum hætti hér í dag. Annað mál sem að kemur hér til atkvæðagreiðslu Grensásvegurinn sem að var til umfjöllunar í borgarráði 5. 20. og 1. janúar. Og við auðvitað ræddum þetta hér á síðasta fundi borgarstjórnar þar sem við tókum til afgreiðslu tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og að hætt yrði við þessa framkvæmd með tilliti til þeirra hagræðinga aðgerða sem augljóslega lágu fyrir. Ég verð að segja það að núna í dag sú röksemd, hún eiginlega hrópandi, hún öskrar á mann að þetta verkefni hér 170 milljón króna verkefni sem væntanlega fer upp í 200 milljónir, en það gert ráð fyrir því að það geti farið 15% upp, að það skuli enn vera ásetningur þessa meirihluta að hrinda í framkvæmd og setja í algjöran forgang verkefni sem að getur ekki kallast neitt annað en gæluverkefni. Það gæluverkefni þessa meirihluta og eiginlega þrátt fyrir það að það er hægt að benda á svo ótal margt sem að styður það að hætta við þessa framkvæmd og nýta peningar með öðrum hætti, að það ekki hægt að kalla þetta annað en þráhyggju. Að geta ekki horft á myndina heildstæða og ég er svo heppinn að það er komið myndavél sem tekur mynd af borgarfulltrúum. Þannig að þegar þeir fara að hlæja að því að ég kalla þetta gæluverkefni og þráhyggju, þá er það gott að það sjáist. Það vil ég bara segja. Þannig að ég kem aðalega upp vegna þessa tvenns. Ýmislegt annað mætti nú segja það sem að stendur í þessum fundargerðum borgarráðs og þá kannski ekki síst það sem að við vorum að ræða hér áður það að svör berist seint. Því að hér í borgarráði var verið að 21. janúar var verið að fjalla tillögu borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá 30. apríl 2015 og afgreiðsla á þessari tillögu barst ekki í borgarráð fyrir 19. janúar 2016 og þetta bara alveg eins og borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir var að fara við hér áðan. Þetta auðvitað óþolandi. Þetta engin vinnubrögð. Þetta lýsir akkúrat engum áhuga á því að stunda lýðræðisleg vinnubrögð. Það sem að tekið tillit til og virtur réttur minnihlutans til þess að fá afgreiddar sína tillögur og til þess að fá svör við þeim fyrirspurnum sem bornar eru fram. Júlíus Ingvarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, tekur næsta til máls. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Mér langaði aðeins að koma upp til að ræða þessi mál sem hér eru til umræðu og afgreiðslu og fyrst kannski nokkur orð Vesturbuktina að þá snýst þetta
nýja tillögu breytingu á deiliskipulagi Vesturbuktar sem að fól fyrst og fremst í sér það að íbúðum fjölgað upp í 170 og einnig örlítið breyttu fyrirkomulagi í sambandi við stigopganga og svalaganga. Og allt þetta gert af því að þetta felur ekki í sér að byggingamagn sé aukið. Í heildina eins og borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingarsson rakti að þá hefur þetta átt sér langa sögu og þetta hefur meðal annars átt sér þá sögu síðustu misserin að eftir að íbúar hefðu gert talsverðar athugasemdir við hæðir húsa á þessu svæði að þá var skipulaginu breytt þannig að húsin voru gegnum sneitt lækkað eina hæð. Ég ætlaði að nefna hér að í afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. janúar síðastliðinn að þá bókuðu fulltrúar meirihlutans í ráðinu það hversu mikilvægt væri að vanda þar til hönnunar og ekki síst hvernig þessi hús mæta borgarrýminu. Og með leyfi forseta þá ætla ég að lesa þessa bókun. Líkt og kemur fram bæði í skilmálum skipulagsins og athugasemdum mikilvægt að ásýnd svæðisins, húsanna og rýmanna á milli sé hannað af miklu metnaði. Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs vill í því ljósi beina þeim tilmælum til starfshóps og útboðsskilmála að mikilvægi góðrar hönnunar á öllu svæðinu séu gerð góð skil strax í forvalsgögnum. Óskað eftir hugmyndum hönnuða að fyrirkomulagi lóða og hvernig húsin mæta borgarrýminu. Æskilegt að útfærsla svalaganga komi sem minnst niður á gæði íbúða með tilliti til birtu skilyrða og loftræstingar. Nú varðandi það sem að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingarsson sagði það að hve miklu leyti og hvort þessi fyrirhugaða byggð væri í samræmi við byggðina umhverfis að þá höfum við mjög oft rætt það og borgarfulltrúinn þekkir þetta nú mjög vel sjálfur, hafandi verið nokkuð virkur í undirbúningi þessa skipulags árum saman, bæði í samkeppninni á sínum tíma og líka svo í rammaskipulagsgerðinni, þannig að húsafyrirkomulag, stærð húsa og svo framvegis hefur legið lengi ljóst fyrir og þess vegna kemur það örlítið óvart og þó það kemur kannski ekkert óvart eftir reynir að þá ekki staðið með þessari uppbyggingu. Ég vil þó benda á í sambandi við umhverfið að þarna við hliðina stórt hús Mýragata 26, þarna Héðinshús rétt fyrir ofan og svo má til að mynda benda á Hótel Marínu, það gamla slippfélagshúsið og Nýlendugötu 14, þar sem forréttabærinn Allt þetta stóra og myndarlegu hús eru hluti af mjög merkilegri atvinnusögu borgarinnar, atvinnusögu og fyrirtækjum sem að vaksa upp í kringum hafnarstarfsemina, kringum slippinn og þá má kannski geta þess að í allir þessari vinnu kom það til að mynda að það var ákveðið að hlífa slippnum, af því það nefnilega staðið til að slippurinn átti að fara og þar voru uppi hugmyndir að reisa 7 hæða lúxushótel. Og ég verð að segja það þegar ég varð stjórnarformaður Faxaflóahafna að þá leist mér vægast sagt illa á þá hugmynd. Ég held að þetta þessi uppbygging verði borginni til mikils sóma. Eins og ég segi þá held ég að strúktúr og arkitektúr húsanna passi bara mjög vel við umhverfið þarna. Því að það ekki bara timburhúsumhverfi heldur líka þetta atvinnuhúsnæði sem ég gat og hérna mjög glæsilegt. Mér langar aðeins að koma inn á það reyndar að því að í bókun borgarráðs, og ég sit nú ekki í borgarráði þannig að ég var ekki
viðstattur það, en ég sé að í bókun borgarráðs, þar sem að borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallarvina, þeir segjast vera hlynntir uppbyggingu á reitnum og svo framvegis. En þeir fetta fingur út í það, og ef ég má lesa hér aftur, eða vitni í bókun með leyfi forseta, að þá stendur hér: meirihlutinn hyggst nýta byggingar á þessari dýrustu byggingarlóð borgarinnar undir svoköllu Reykjavíkurhús. Með réttri nýtingu lóða í Vesturbugt gæti borgin fengið tekjur til að fjármagna kaup á fleiri íbúðum í sama hverfi eða miðlægt í borginni. Félagsleg blöndun er afar mikilvæg, en vel er hægt að útfæra hana án þess að nota eina dýrustu byggingarlóð borgarinnar, og ég læt þetta nægja. Og þarna held ég að skoðanir séu mjög skiptar, og þarna er kannski svolítið munurinn á vinstri og hægri, af því að í allmörgum málum borgar stjórnmálana er hann kannski ekkert svo óskaplega mikill eins og hann var hugsanlega hér áður fyrr. Mér heyrist það til dæmis að hægri menn séu fyrir löngu orðnir alveg sammála því að það sé mikilvægt að reka hér leikskóla, það verður ekki alltaf þannig. Og margir líka eru komnir á þá skoðun að það sé gott að hafa hér vistvænar samgöngur. En ég ætla að segja þá, og ég ætla að rifja það upp hérna vegna þess að ég tel að þetta sé merkilegt skref sem að borgin er að taka með þessu, af því að mér finnst það mjög óeðlilegt ef að við ætlum að láta hafnarsvæðið, gamla hafnarsvæðið, byggjast þannig upp að þar verði eingöngu og einvörðungu íbúðir fyrir sterk efnað fólk. Það finnst mér óeðlilegt. Og mér finnst að allavega á einum hluta uppbyggingarsvæðanna við gömlu höfnina eigi að vera í alvöru félagsleg blöndun. Hún virðist ekki vera til staðar í Mýragötu 26 og hún verður örugglega ekki til staðar við Austurhöfnina, þar sem að er að fara að byggjast upp kannski alltaf 200 íbúðum. Ég ætla rétt svona að lokum saman við þetta mál, þá ætla ég rétt aðeins að fara yfir dálítið merkilega sögu hér kerfi félagslegs húsnæðis. Og ég hef stundum sagt áður hérna í þessum ræðustól að húsnæði er fallegt orð, það felur þessum fyrirheitum öryggi og skjól. Og það er þannig að hið opinbera setur sér ákveðna stefnu, húsnæðisstefnu, og sú stefna gengur yfirleitt út á það að tryggja láglaunafólki og ýmsum þjóðfélagshópum sem eru veikir fyrir ýmsum ástæðum, tryggja það að þeir eigi þess kost að búa á sómasamlegu húsnæði á sómasamlegum stað og stöðum í borginni. Sagan er svona í örstuttu máli að það er að segja saga opinberrar húsnæðisstefnu á Íslandi. 1929 voru fyrstu lögin verkamannabústaði samþykkt þökk sé Hjeðni Valdimarsinni og þau sem sagt marka upp af hins félagslega húsnæðiskerfis með sértækum aðgerðum fyrir láglaunafólk. 1964 þá er svokölluð júní- og júlíyfirlýsing samkomulag Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks, ASÍ og Vinnuveitendasambandsins stórfelldar umbætur í húsnæðismálum láglaunafólks og það byrjaði á því að byggja 250 íbúðir í Breiðholti og stóð til að byggja 250 íbúðir á hverju ári. 1989 húsbréfakerfi tekið upp, það felur meðal annars í sér rýmkun lána til kaupa á eldra húsnæði, auk þess er tekið upp nýtt greiðslukerfi lánanna í formi vaxtabóta. 1990 í stað verkamannaíbúða er núna talað eða upp frá því ári er talað félagslegar eignaríbúðir, stjórn verkamannabústaða lögð niður, í hennar stað kemur húsnæðisnefnd Reykjavíkur, 1999 viðbótalánakerfi sem leysir félagslega íbúðakerfið á hólmi og síðan 2004 er sértækum aðgerðum fyrir láglaunafólk á Íslandi hætt, viðbótarlánin lögð niður
lagabreyting leiðir til þess að allir geta fengið 90% lán og það átti þá að gera allt fyrir alla. Og ég þarf að biðja forseta að fá að koma hér aftur upp til þess að klára mál mitt af því að ég hvergi nær í búinn. Já, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu að sinni en borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, við höldum í okkur andanum og hlökkum til áframhaldsins af sögu félagslegs húsnæðis. Það nú einfaldlega svo ágæti borgarfulltrúi að það erfitt, bæði fyrir hann og flesta aðra, að fara að stilla mennum upp í vinstri hægri. Heilbrigðiskerfið á Íslandi, það verk vinstri manna, velferðarkerfið, skólakerfið. Því miður ágæti borgarfulltrúi. Það bara ekki svo að menn geti eignað sér þessi kerfi sem eru félagslega eðli sínu og það veit borgarfulltrúi. Hann minntist á minn þátt í þessu og þess vegna kem ég upp og svo kem ég hérna og skal ræða þetta aftur betur og eftir í betra tómi. Það rétt í borgarfulltrúnum að ég hef komið að þessu og ég kom að þessu sem formaður dómnefndar í þessari samkeppni sem ég var að segja frá áðan árið 2008 og ég var síðan í stýrihóp með borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinsinni og Páli Hjaltasyni, þáverandi borgarfulltrúa, þar sem við fórum yfir það með hvað hægt var að nýta sem best þessar tillögur Graham Massey sem ég var að segja frá hérna áðan. Og eins og borgarfulltrúamann þá klofnaði starfshópurinn og ég skilaði sératkvæði og það var ítarlegt sératkvæði þar sem að ég var ekki sammála meirihlutanum. Ég hins vegar sammála auðvitað borgarfulltrúanum með það að við þurfum að auka við félagslegt húsnæði og við þurfum að finna stað til þess að gera það og ég algjörlega sammála borgarfulltrúanum að félagslegt húsnæði og ekki að vera einhvers staðar lakari stöðum heldur en húsnæði og almennu markaði, alls ekki, þannig á það ekki verið. Það er þá ekki raunverulega blöndun sem við öll erum sammála að sé grundvöllur félagslegs húsnæðis og bara mannlegra reisnar allara. Ég vil þó nefna það er ekki hjá því komist að þessi lóð kostaði Reykjavíkurborg 528 milljónir sem eru svona 600 milljónir í dag. Það er engin smápeningar. Þetta dýrasta lóð í Reykjavík sem byggt á. Eða mér vitanlega, þá getur vel verið að einhver getur komið mér upp og nefnt og toppað það og verið toppar í dagsins. En það allavega svo að þetta það dýrstaður að það verður auðvitað að reyna að nýta hann sem allra best. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að veita andsvar. Ætlar borgarfulltrúinn að svara andsvari? Nei, þá er næsta mælenda, þá er andsvörum lokið og næsta mælenda skráði borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, mér fannst skemmtileg þessi, ég veit ekki hvað ég kalla sjálfsblekking borgarfulltrúans Hjálmar Sveinssonar að tala hægri og vinstri stefnu í þessu máli. Þetta snýst nefnilega ekki það. Þetta snýst nefnilega það að meirihlutinn, þetta munurinn í rauninni á minnihluta og meirihluta, að minnihlutinn vill taka ákvarðanir þegar allar upplýsingar liggja fyrir. Á meðan að meirihlutinn vill taka ákvarðanir áður en allar upplýsingar liggja fyrir. Þetta snýst nefnilega fyrst og fremst það. Eins og við ættum öll að vita, þá eru fjármál borgarinnar mjög slæm. Og við erum að tala eina dýrustu lóð borgarinnar sem að ég get fullyrt að verði ekki seld undir 1 milljarði. Ef við reiknum með því að þarna eru byggðar íbúðir eða væri hægt að selja þessa lóð fyrir á 1 milljarð, þá væri borgin komið með sem nemur stofnkostnaði fyrir 400 íbúðir fyrir að kaupa fyrir félagsbústaði. 400 íbúðir, þá væri borgin bara búin að redda þessu. Þetta eru hlutir sem vantar að skoða. Á borgarstjórnarfundi fyrir tæpa ári síðan, eða 21. apríl í fyrra, þá var Vesturbuktin og Reykjavíkurhúsin til umræðu. Og nákvæmlega þá eins og núna liggja ekki fyrir nákvæmar upplýsingar. Á þeim borgarstjórnarfundi óskuðum við eftir, það búið að ræða þá að fara einhverja blandleiðir, einhverja 5 leiðir sem er ekki ennþá búið að útskýra.
Við höfum óskað eftir því að það liggi fyrir útreikningar á þessu því að við erum að velta því fyrir okkur í minnihlutanum. Mun það þegar upp staðið skila fleiri íbúðum fyrir borgina að selja þessa lóð og byggja eitthvað staðar annar staðar? Við vitum það ekki af því þá eftir að reikna þetta, þá eftir að skoða málið til hlítar. Á meðan að það er ekki búið að velta upp öllum steinum og skoða þetta mál og fá upplýsingar, þá er ekki hægt að taka réttu ákvörðunina. Það getur vel verið að þetta sé langsniðugast, en við vitum það ekki. Það hefur verið talað um það að þarna hefur verið 25 félagslegar íbúðir, jafnvel 40 félagslegar íbúðir, það hefur svona verið í lausu lofti, hvað eru margar. En það getur líka verið að með því að selja lóðina gæti borgin keypt mun fleiri íbúðir þó það yrði ekki akkurat á þessari einstöku lóð. Fyrir utan það að þá er þessi lóð þannig að mörg okkar finnst byggingamagni vera ansi mikið á lóðunum við höfnina, meðal annars mér. Þetta er lóð sem að borgin á. Borgin ræður byggingamagninu þarna. Og í mínum huga er þetta allt og mikið byggingamagn á þessum stað. Að það sé notað að minnihluti sé á móti félagslegu húsnæði. Minnihlutin er búin að vera ítrekað að benda á að það þurfi að fara að drífa sig að kaupa félagslegt húsnæði, sem hefur gengið mjög hægt, nema núna síðast þegar félagsbústaði keypt á Gamlástað, þannig reyndar liggur ekki alveg ljóst fyrir hvort að það sé nú bara aukning á biðlistanum, það er íbúðir því að hvort að fólki fara þann biðlista eða ekki, en ég ætla nú ekki að ræða það hér. Þannig að þetta snýst fyrst og fremst það, þetta er of mikil byggð á þessum stað og það liggi ekki allar upplýsingar fyrir. Auðvitað er það þannig þegar deiliskipulag er samþykkt að deiliskipulag er eitt, en í þessu tilviki erum við að tala fyrsta svokallaða Reykjavíkurhús. Og þess vegna er mjög sorglegt að 21. apríl í fyrra, og við erum að tala núna 2. febrúar, að meirihlutin hafi ekki ennþá reynt að útskýra þá hluti sem lágu ekki ljóst fyrir 21. apríl. Þetta er þessi ofboðslega gagnsæi stjórnsýsla hjá meirihlutanum. Ég ætla að vona það að Píratarnir fari nú að efna kosningaloforð sitt og fari að fylgja því eftir sem að þeir gefa sig út fyrir, opna og gagnsæja stjórnsýslu sem er algjörlega harðlæst og lokuð og enginn veit hjá borginni. Það eru engar frekari upplýsingar sem liggja fyrir núna heldur 21. apríl í fyrra, ekki nokkra einustu. Varðandi Grensásveginn þá liggur alveg ljóst fyrir, við lögðum fram tillögu í minnihlutanum það að það yrði hægt við þessar framkvæmdir sem meirihlutin vill ekki. Og þetta er dæmi forgangsröðun fjármuna hjá meirihlutanum og það er óþarfi að ítreka þetta, það er búið að fjalla þetta í dag, á meðan það er verið að skera niður í rekstri, að þá að hendast í framkvæmdir í ykkur öðru. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá er komið að Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði að klára þetta sögulega yfirlit mitt og það var komið sögu, það var árið 2004, þegar að sértækum aðgerðum fyrir láglaunafólk í húsnæðismálum var hætt. Viðbótarlánin voru lögð niður og lagabreyting þá var gerð, leiddi til þess að allir gátu fengið 90% lán. Það átti nefnilega að gera allt fyrir alla. Í rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram það álit sérfræðings hjá Seðlabankanum að þessi lagabreyting hafi verið með verstu hagstjórnarmistökum. Það kemur líka fram að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn, það kemur fram í þessari skýrslu, voru varaðir við afleiðingunum, en þeir létu þessum vindum meiri þjóta. Ég ræktaði aðeins áðan sögu sem allir þekkja hvernig Sjálfstæðisflokkurinn kom að mjög myndarlegri uppbyggingu Breiðholtsins. Það er svo saga sem að sá flokkur getur svo sannarlega verið hreykinn af. Ég veit ekki alveg sögu Framsóknarflokksins í uppbyggingu í borginni, en nú er allavega ráðherra sem hefur mjög mikinn áhuga á þessum málum. Ráðherra Framsóknarflokksins Eygló Harðardóttir. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð það nema eins og kunnugt er að þá að þessum 170 íbúðum sem að byggjast þarna upp
að þá mun Reykjavík fá 80 íbúðir ef maður rétt sem maður getur þá ráðstafa til samstarfsaðila eftir ákveðnum leiðum. Og ég endurtek það að ég sannfærður það að þetta verður farsæl uppbygging og mjög merkilegt skref stigið í þágu félagslegrar stefnu, félagslegrar íbúðarstefnu, húsnæðisstefnu sem var í rauninni lögð niður hérna árið 2004. Í sambandi við Grensásveginn þá svo sem ekki mikið meira það að segja. Við höfum rætt þetta margoft í umhverfis- og skipulagsráði, þetta hefur rætt í borgarráði, þetta hefur rætt hér í borgarstjórninni. Það sem að stendur til að gera þar að fækka akreinum úr 4 í 2, setja gróður í miðju og meðfram götu. Það verður sett ný og lægri götulýsing báðum megin, hjólastígar samsíða götu beggja vegna og breiðar og góðar gangstéttir. Og gangbrautarljós verða við Breiðagerði eins og nú og ný gangbrautarljós við Heiðargerði. Borgarfulltrúarnir Júlíus Vífill Ingarsson og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hafa kosið að lýsa þessu sem einhvers konar gæluverkefni og telja peningunum sem betur varið í annað. En þetta bara hluti af markaðri og samþykktri stefnu borgarinnar í samgöngumálum, í því að gera borgina vistvænni. Og ég svolítið hissa á því að ég vil alls ekki gera þeim upp einhverjar skoðanir, en svolítið botn með að trúa því að þeim sé í rauninni full alvara með því sem þau segja, af því ef svo væri að þá hefði ég haldið að þau myndu líka þá benda á þessar 750 milljónir sem á að fara í endurgerð gatna í borginni. Mætti ekki nota eitthvað af þeim peningum í bráðnauðsynlega grunnþjónustu borgarinnar, eða snýst þetta bara að vera á móti göngustígum, gangstéttum, hjólastígum og slíku. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar. Eins og við borgarfulltrúum eigum öll að vita að þá hefur verið sparað til tjóns. Þetta setning sem við heyrum ansi oft hérna innan borgarinnar. Að það hefur verið sparað til tjóns í viðhaldi gatna síðustu árin. Þannig að það ætti borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni að vera ljóst. Varðandi gæluverkefni, ég hef aldrei notað þetta orð gæluverkefni. Málið einfaldlega það, borgin á ekki pening, því þarf að forgangsraða fjármunum. Ég ekki á móti lagningu hjólastíga, ég á móti því að það sé verið að forgangsraða rangt þegar það ekki til peningar. Ég vil að það sé forgangsraðað í velferðarþjónustu og skólamál. Það það sem við eigum að forgangsraða í. Á meðan að ég á ekki pening heima hjá mér og ég þarf að skera niður í rekstri heimilisins, þá fer ég ekki að byggja með sundlaug. Ég bíði með það. Og það það sem ég búin að vera að segja. Borgin þarf að forgangsraða. Hún á að forgangsraða í velferðarmál og skólamál grunnþjónustuna. Og mér finnst það einkennilegt að þessi meirihluti sem kennir sig nú við vinstri, sem ég nú ekki alveg átta mig á, skuli ekki leggja það í forgang. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson andsvari. Borgin forgangsraðar í þágu meira öryggis, í þágu vistvænna umhverfis, í þágu meira aðlaðandi gatna og hverfa og það mjög mikilvæg forgangsröðun. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari og forseti minni borgarfulltrúa á að varpa forseta og borgarstjórn í upphafi málsins, en þá komið að Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir að veita andsvar öðru sinni.
Forseti borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson segir að borgin forgangsraði í þágu öryggis og fegurðar. Ef að borgin myndi forgangsraða í þágu öryggis, þá myndi borgin, ekki meirihluti borgarinnar, vera í annað skiptið að auglýsa breytingar á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar til að taka svokallaða neyðarbrautaskipulagi án þess að það liggi fyrir fullvissa að það sé hægt. Það var hér áramótin sem þurfti að nota þessa braut í áhættuflugi með sjúkling í hæsta áhættuflokki. Þannig að þessar röksemdir eru auðvitað algjörlega út úr kortinu og bara fáránlegt að vera að nota það að þetta sé út af öryggissjónarmiði. Grensásvegurinn er ekki samkvæmt mælingum hættuleg gata. Það hefur hins vegar liggur ljóst fyrir að það liggja engin gögn fyrir að það sé í lagi að loka svokallaðri neyðarbraut sem er forgangsverkefni hjá Samfylkingunni, Pírötum, Vinstri grænum og Bjartri framtíð. Og kenna sig svo við það að vera að hugsa öryggi og fegurð og falleg blóm og fallegi stígar að þegar fólk er hér í röðum eftir félagslegu húsnæði og eftir stuðningsþjónustu að það séu einhverjar götur og einhverjar skreytingar sem skipta máli. Þetta er auðvitað bara dónaskapur. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, þetta var undarleg ræða og ég skil ekki af hverju borgarfulltrúan er að espa sig svona mikið upp hérna. Espa sig upp í miðri ræðu, það er algjörlega óskiljanlegt. Við erum ósammála, það er alveg óþarfi að vera brjálaður yfir því. Og það hefur margoft komið fram að það hefur komið fyrir oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, oftar en þrisvar að bílar hafa keyrt þarna niður grindverk og inn í garða. Og að því að það eru sumir borgarfulltrúar sem eru sífellt að vitna í einhverju sem að hringi í þá ætla ég að gera það líka núna. Það finnst þetta hringt í mig og ég hef verið skammað fyrir það að þetta skyldi ekki vera gert strax síðast ár af íbúum þarna sem eru mjög óhressir með ástandið eins og þeir. Slysing er ekki búið undan sér og það er engin vafi á því að þetta er í þágu öryggis, þetta er í þágu vistvænna umferðarmáta og þetta er líka í þágu þess að þetta umhverfi verði aðlaðandi og ánægjulegra að búa þar og vera þar á ferðinni. Hvað þetta hefur að gera með hina svokölluðu neyðarbraut sem hefur verið á áætlun í 20 ár held ég að fari og ótal samningar þar Ég næ því ekki alveg, mér finnst það sé svolítil svona smjörklípu lykt af því að nefna það hér í þessari umræðu. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, þá er andsvörum lokið og hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér koma 3 mál til atkvæða undir þessum dagskrárlið. Það sem snýst nú hugsanlega, ekkert hugsanlega, stærstu fjárhæðirnar í samhengi borgarsjóðs viðauki við fjárhagsáætlun vegna kjarasamninga og svolítið áhugavert að lyfta tölunum sem að að tefla þar í samhengi við hina löngu umræðu sem við tókum 1780 milljón króna hagræðinguna áðan. Vegna þess að hér erum við á sama fundi undir öðrum dagskrárlið að samþykkja aukin fjárframlög til allra málaflokkana okkar upp á 3,5 milljarð. Upp á 3,5 milljarð sem skiptist þannig umhverfis- og skipulagssvið, það er bara 150 milljónir, skrifstofa eigna og atvinnuþróunar 3,3 milljónir, íþrótt- og tómstundasvið 194 milljónir, menningar- og ferðamálasvið 106 milljónir, miðlæg stjórnsýsla 160 milljónir, skóla- og frístundasvið 1,8 milljarðar, umhverfis- og skipulagssvið 109 milljónir, velferðarsvið 893 milljónir. Þetta er vegna kjarasamninga við mörg af stærstu samningsaðilunum, stóru samningsaðilunum, meðal annars Eflingu, Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, SFR, Stéttarfélag almannaþjónustu, Samin, Rafiðnaðarsamband Íslands, Verkstjórasamband Íslands, Félag leikskólakennara og félag stjórnenda í leikskóla.
Það eru leikskólakennararnir sem skýra þessar stóru tölur til skóla- og frístundasviðs, en þarna eru til dæmis ekki inni grunnskólakennarar. Samningar þeirra eru lausir í maí. Þetta undirstrikar samhengi hlutana. Það er ekki svo að það sé að fækka krónum sem að fara til málaflokkanna á þessu ári, heldur eru það launahækkanirnar sem eru það miklar að tekjurnar dugi ekki alveg fyrir því, þannig að við þurfum að spara fyrir hluta. 3,5 milljarður í þessum viðauka sem að ég reikna með að allir borgarfulltrúar styðji. Varðandi gömlu höfnina og Vesturbugt þá kannski ekki miklu að bæta við umræðurnar skipulagi. Ég held að það sé gott, ég held að við þróast vel og miklu betra heldur en þegar kom fyrst fram á sjónarsviðið og ég held að það sé styrkur fyrir þetta skipulag að það sé búið að hugsa fyrir blöndun þarna. Og mér finnst með nokkrum ólíkindum að leyfa sér eins og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir gerði hér áðan að hneykslast yfir því að hitta að þetta sé gert í borginni á meðan biðir eftir félagslegu húsnæði í öðru orðinu, en í hinu orðinu að tala beinlínis gegn því að hluta af þessum áhugaverða reit sé varið til uppbyggingar á húsnæði fyrir alla, meðal annars félagslegu húsnæði. Þetta finnst mér vera tvískinnungur og það er tvískinnungur hjá minnihlutanum almennt hvernig hann í hverju og einasta máli sem lítur á húsnæðisuppbyggingu fyrir Reykvíkinga, fyrir þann fjölbreytta hóp fólks sem í þörf fyrir húsnæði, reynir að þvælast fyrir skipulagi, tefja mál eða eins og í þessu tilviki leggjast beinlínis gegn því. Vegna hvers? Ekki vegna þess að þetta sé góð lóð. Nei, það er tekið undir það og sagt mér að hún sé mjög dýr. Ekki vegna þess að þau vilja ekki að hún byggist upp. Nei, þá bara að selja lóðuna hæstbjóðanda. Það sem eftir stendur þegar málflutningur minnihlutans greindur örlítið í þessu máli að minnihlutinn einfaldlega á móti því að það sé stuðlar að félagslegri blöndun í Vesturbugt. Hann á móti því að þarna byggist meira en bara stórar og dýrar íbúðir fyrir fáa. Sem að fara að gerast á Hörpureitnum. Mýragata 26 voru býsna stórar íbúðir. Ef að borgin stígur ekki fram og tryggir að þarna verði líka félagslegar íbúðir og eitthvað fyrir stúdenta og svo framvegis, þá verður þetta ekki blandaður reitur. Og þegar minnihlutinn gjammar hér fram í þetta er rangt og þetta er rangt, þá ætti hann bara að rifja upp sína eigin bókun og borgarráð. Og málflutningin hér áðan, þar sem fundið að því að þessi svokallaða dýrasta lóð landsins skuli ekki selt hæstbjóðanda og einhvers staðar annar staðar skuli fundið svigrúm fyrir félagslegt húsnæði. Bara einhvers staðar annar staðar. Þetta er málflutningur fyrir neðan allar hellur. Að mínu mati, hann er ekki boðlegur og mér finnst allavega algjört lágmark að minnihlutinn gerir hreint fyrir sínum dyrum og útskýri það hvar þessar einhvers staðar íbúðir eiga að vera og af hverju það sé rangt að blanda þarna vegna þess að það er beinlínis rétt, gott og sjálfsagt mál þegar verið að skipuleggja og byggja borg að hugsa fyrir húsnæðisþörfum allra. Örugt húsnæði er lykilatriði og þess vegna er húsnæðisáætlun borgarinnar geysilega mikilvæg. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstur veitir andsvar borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, aðeins þetta, að því að minnihlutinn þurfa að gera hreint fyrir sínum dyrum í þessu máli. Okkar málflutningur hefur snúist það í þessu tiltekna máli, reyndar svo ég tali nú okkur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þá hefur nú í langan tíma verið svona ákveðin fyrirvari við yfirbragð skipulagsins á þessum húsum sem þarna eru.
og svona hvernig það passar við byggðina sem þarna er fyrir. Og ég segi þegar ég sá fyrst hvernig húsnæði ætti að vera þarna, þá datt mér í hug, sá svona fyrir mér hvernig að mínu mati mistökin voru gerði í Hafnarfirði á hafnarsvæðinu þar. En það er annað mál. Við höfum sagt í þessu máli og best að ítreka það hér, að við sjáum fyrir okkur að það sé hægt að fá það mikil verðmæti út úr þessari lóð, einhverju dýrustu lóð borgarinnar, að það sé hægt að nýta það til að byggja miklu fleiri félagslegar íbúðir heldur en að vera að tala um þarna og ná fram félagslegri blöndun á þessu svæði, í þessu hverfi, þó að sé ekki nákvæmlega í þessum dýrustu húsum á dýrustu lóð borgarinnar. Það er það sem okkar málflutningur snýst um. Hann snýst um það að gera betur varðandi félagslegt húsnæði, gera betur fyrir það fólk sem að bíður á biðlistum eftir félagslegu húsnæði. Yfir 500 manns á neyðarbiðlista, 840 manns á biðlista. Það veitir ekkert af að gera betur. Okkar málflutningur snýst um það. Og það er nú ekki eins og minnihlutin getur mikið þvælst fyrir þessu máli. Þið eru nú 9 af 15 í meirihlutanum. Mér heyrist þið nú vera býsna ákveðin í að gera þetta. Þannig að það er nú ekki eins og við séum mikið að þvælast fyrir því, þó að við myndum gera þetta með öðrum hætti. Og ef að það kallast að gera hreint fyrir sínum dyrum og útskýra það enn eina ferðina fyrir ykkur, þá hef ég reynt það hér með ágætu borgarstjóri og ágætu fulltrúi meirihluta. Borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að vanti ennþá skýr svör og skýra sýn frá minnihlutanum á það hvers vegna það er ekki gott að blanda alls staðar. Hvers vegna það er ekki einmitt sérstaklega mikilvægt að blanda þar og borgin standi fyrir því þar sem að fasteignaverð er hæst. Þegar ég er að vísa til þess að minnihlutinn þvælist fyrir húsnæðisuppbyggingu, þá er ég einfaldlega minnugur þess að Sjálfstæðisflokkurinn lagðist þversum og reyndi að tefja fyrir byggingu stúdendagarða á svæði Háskóla Íslands, 300 íbúðir þar, líka í Bolholti, reyndi að þvælast fyrir uppbyggingu búseta í Einholti Þverholti, hefur bara reyndi að þvælast fyrir meira að minna öllum framfaraverkefnum fyrir eitthvað annað en stórar og dýrar íbúðir sem fáir geta keypt. Ég gæti bara ekki hugsað til þess hvernig staðan í þessum málum væri ef að Sjálfstæðisflokkurinn réði meiru hér í borginni, því að það er alveg rétt að ástandið er erfitt, það þarf að vera mjög einbeittur í þessum verkefnum og fylgja þeim fast eftir og ekki veitir af með minnihluta eins og þennan. Þá hefur borgarstjóri ákveðið að lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Já, forseti borgarfulltrúar. Mér finnst alltaf svo krúttlegt þegar borgarstjóri segir að einhver aðrir eigi að gera hreint fyrir sínum dyrum þegar hann er með fjármál borgarinnar algjörlega í rúst ásamt ýmsu öðru. Borgarstjórinn sem hóf síðasta ár með ferðaþjónustu fatlaðra í klúðri og lauk árinu með því að deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar var fellt úr gildi og hann hafði ekki hlustað á framsókn flugvallarvinnu í 14 mánuði. Þannig að rosalega krúttlegt þegar hann kemur hérna upp og segir sig að minnihlutanum að gera hreint fyrir sínum dyrum. Minnihlutinn er einfaldlega að reyna að fylgja því hlutverki sem kom fram í stjórnsýsluúttektinni sem var gerð hérna 2013, meðal annars eftirlitshlutverki. Það liggur ekki ennþá fyrir kostnaðurinn, það liggur ekki ennþá fyrir það sem var beðið upplýsingar í apríl í fyrra. Ef borgarstjórinn myndi nú einhvern tímann hafa fyrir því að vinna grunnvinnuna hlutunum, eins og til dæmis að svara fyrirspurnum, vera ekki að fara í blöðin með rangar upplýsingar sem hann getur ekki einu sinni svarað, að þá kannski væri eitthvað í lagi í þessari borg. Og hann vogi sér, borgarstjóri, að koma hérna og minnihlutinn eigi að gera hreint fyrir sínum dyrum þegar hann er sjálfur margt niður um sig. Borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er líklega til allavega 2 leiðir til að segja að maður hafi engin svör. Það er annars vegar að segja að maður hafi engin svör og hins vegar að segja að maður hafi engin svör. Ég held að það sé alveg skýrt
Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi gæti farið þá leiðina að segja einfaldlega að hún hefði engin svör við því hvar þessar félagslegu leiguíbúðir sem hún vill ekki rísi þarna eiga að vera annar staðar. Eða hún gæti bara reynt að leiða talið að einhverju öðru þannig að spurningin gleymdist. Og ég heyri að hún hefur valið seinni leiðina og leyfi mig þess vegna ítreka þá fróm ósk til borgarfulltrúans að hann gerir grein fyrir því hver hennar sýn sé eiginlega á félagslega uppbyggingu og blöndun, ef ekki þarna, þá hvar? Hvers konar skollaleikur þetta? Ég hélt satt með að segja að ég ætti einhvers konar bandamann mikilvægi uppbyggingar félagslegs húsnæðis í borgarfulltrúanum. En nú vill bregður svo við þegar við erum einmitt að ræða þá hluti að borgarfulltrúin vill bara ræða eitthvað allt annað. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, það er að minnsta kosti frá því í apríl í fyrra sem að borgarstjóra ætti að vera ljóst að til þess að sé hægt að taka ákvörðun þetta að það þarf að liggja fyrir kostnaður. Hvort að það sé betra að selja þessu einu lóð til að hægt sé að fjölga félagslegu húsnæði annar staðar. Ein lóð getur ekki skipt sköpum að þar þurfi endilega að vera félagslegt húsnæði ef hægt er að fjölga félagslegu húsnæði mun meira heldur en bara þessar einu lóð. Þetta er tvíþætt. Þetta er annars vegar, það vantar grunnupplýsingarnar. Það sem hefur verið margítrekað bent á að það er verið að taka ákvarðanir hjá borginni án þess að upplýsingar liggi fyrir. Ef borgarstjóri hefði farið í þá vinnu sem hann var beðinn á borgarstjórnarfundi hér í apríl í fyrra, þannig að það lægi ljóst fyrir hvað kostnaðurinn yrði af þessu fyrir borgina, hverju þetta myndi skila, hvað leið þetta að fara, þá væri mjög einfalt að taka ákvörðun. Ég bara óska þess að forseti borgarstjórnar hætti að hlæja hérna við hliðina á mér. Það er eingöngu verið að segja það að það þarf að liggja fyrir nákvæmar upplýsingar sem er trekk í trekk að gerast í þessu meirihluta. Honum er fyrirmunað að láta upplýsingar liggja á borðinu svo hægt sé að taka upplýsta ákvörðun í samræmi við upplýsingastefnuna sem að meirihlutin er svo ofboðslega stoltur af en er fyrirmunað að framfylgja sjálfur. Ef að þessar upplýsingar lægi fyrir, þá gæti ég tekið ákvörðun. Það er bara að liggja ekki fyrir. Það getur vel verið að sé skynsamlegast að byggja þarna. Ég bara veit það ekki vegna þess að ég er ekki með upplýsingarnar. Og mér finnst einkennilegt að borgarstjóri hafi ekki getað safnað þessum upplýsingum saman núna tæpu ári. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Aftur bregður svo við að borgarfulltrúinn vill ekki svara því hvar annar staðar að byggja félagslegt húsnæði ef ekki þarna og af hverju ekki að blanda einmitt á þessum stað. Það er ljúft og skylt að greina frá því að undir málinu var lagt fram í borgarráði og það er líka áfram undir málinu á þessum fundi verkefnislýsing varðandi það hvernig megi ráðstafa þessum lóðum með innkaupaferli eða útboði. Og það var farið ágætlega yfir það hvar sú vinna stendur í borgarráði. En það er algjör fyrirsláttur að það þurfi að botna þá umræðu áður en tekin afstaða til skipulagsins. Vegna þess að úthlutun lóðarinnar er ekki til afgreiðslu hér, þetta er skipulag í Vesturbugt. Og það er þess vegna hluti af einhvers konar þvælast fyrirstefnu frekar en eitthvað annað þegar það er kallað eftir aðferðafræðinni í útboðs- og innkaupaferlinu varðandi lóðina núna þegar það er deiliskipulagið sem þetta er samþykktar. Við munum fá tillögur inn í borgarráð á næstu vikum úthlutun lóðarinnar þegar búið er að birta þetta skipulag í lögbirtingablaðinu og svo framvegis. En það að það sé ekki hægt að taka afstöðu til skipulagsins út af því, ég fæ það ekki til að ganga upp. Nei, ég held að því miður að þá hafi bandamönnum félagslegrar húsnæðisuppbyggingar í borginni fækkað einn í kvöld.
og ég segi miður vegna þess að ég meina það. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvörum lokið og Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi er næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, mér langar nú aðeins að fara yfir það að það er algjörlega skýrt að þó að við teljum að þessari bara að fénu sem á að verja í þennan reit sé ekki nógu vel varið svona. Þarna er verið að hugsa hagsmuni fárra á kostnað fleiri og á kostnað fátækra fjölskyldna sem hafa ekki efni á húsnæði, hvorki finna það né hafa efni á því og bara það er engin öruggur leigumarkaður. Og við teljum að það að vera að úthlutað fáum lúxusíbúðum á dýrustu lóðinni í Reykjavík sé í raun og veru röng forgangsröðun. Við viljum frekar selja þá lóð og við vildum hafa unnið þennan reit allt öðru vísi. Við vildum hafa farið betur yfir til dæmis hugmyndir borgarstjórum Reykjavíkurhúsin, hvað eiginlega þetta hefur nú allt verið frekar þokukennt eins og menn muna sem hafa verið að fylgjast með því. Og ég held að sé bara, það sjá það allir. Við viljum að sjálfsögðu hafa félagslega blöndun. Að sjálfsögðu viljum við það. Enda skildu bara, það er það sem að við segjum í bókun okkar. Við teljum vel hægt að ná markmiðum félagslega blöndunar þannig að það sé öllum til sóma án þess að það sé vera að sóa fjármunum á þennan hátt. Það er vel hægt að kaupa íbúðir innan hverfisins, það er hægt að byggja á lóðum og reitum og þannig að þetta þarf að gera það og skoða. Þetta er vel hægt ef menn vilja beita sér fyrir því. Þannig að það er engin afsökun að vísa því til okkar að við einhvern veginn styðjum ekki félagslega blöndun eða vitum ekki hvað við erum að tala um. Það er bara, því miður ekki hægt að vísa því þannig til okkar. Hér er bara svo einfalt dæmi, það eru 900 manns, það slagar hátt í 900 manns á biðlistum eftir húsnæði í Reykjavík, ef taldar eru með þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Þetta er fólk sem bara verður að fá hjálp og það er búið að bíða ansi lengi því ekki hefur fjölgað neitt í borginni. Sérstaklega ekki í takt við þá neyð sem hér ríkir. Þannig að við segjum, hér eru hagsmunir fárra teknir fram yfir hagsmunir margra og fátækra og viðkvæmasta hópsins sem við ættum að vera að hugsa miklu betur um. Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson og skal eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, þarna fannst mér borgarfulltrúin Áslaug Friðriksdóttir snúa hlutunum alveg á hvolf, gjörsamlega. Og mér datt í huga að það með kærleikan, að kærleikur er bara til í verki. Kærleikur sem er ekki verki er ekki neitt. Og ég held að þeir sem að segjast vera hlynntir félagslegri húsnæðisstefnu, þá er það dálítið mál að fylgja því eftir, vegna þess að það er alltaf auðveldast að láta markaðnum það eftir og gera þetta einhvers staðar annars staðar, einhverjar lóðir í Vesturbænum eins og þær myndu vera þó opboðslega ódýrar. Ég held að sé alvörinu þannig að þeir sem að eru hlynntir félagslegri stefnu í uppbyggingu húsnæðis, þau verða líka að sýna því í verki. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Ég held að meiri kærleiki væri sýndur í verki með því að þjóna fleirum af þeim fjölskyldum sem í þeirri neyð sem ríkir í dag í Reykjavík. Þar væri miklu meiri kærleikur í verki heldur en það sem að meirihlutanum hefur hugnast með þennan reit. Það er einfaldlega þannig að það er alveg hægt að vera án lúxus útsýnis eða lúxus íbúðar. Það er vel hægt að vera án þess, en það er mjög erfitt að vera án þaks yfir höfuðið.
Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við svara andsvara, þá er andsvörum lokið og Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, þessi umræði hefur bara farið upp út víðan völl einhvern veginn og það er svo margt sem að maður þurfti þá að bregðast við sem svolítið erfitt að gera. Ég held að við ættum að snúa okkur aftur aðeins að skipulaginu sjálfu og ég eiginlega held að það þarf alla að ræða það. Það hljóta allir að vera sammála því að uppbygging félagslegs húsnæðis mikilvæg. Það eru allir sammála því að blöndun félagslegs húsnæðis nauðsynleg og ég held að allir ættu þá að velta því fyrir sér hvernig væri það ef við blönduðum ekki, að við ákvæðum til dæmis að félagslegt húsnæði væri bara einhverjum ákveðnum stað en ekki öðrum, hverjum dettur í huga að það getur verið farsælt. Ég hef séð svona einmitt þá aðferð notaða á tveimur stöðum, bæði í Dublin og Írlandi og í Stokkhólmi og í báðum tilfellum þetta misheppnað. Við styðjum auðvitað uppbyggingu félagslegt húsnæðis og það er spurt hvar vil ég þá hafa það. Já, það er nú kannski rétt að líta það bara í kringu sig og átta sig á því að félagsbústæðir keyptu yfir 80 íbúðir þessu ári og þeim dreift bara mjög víða í hverfi borgarinn eins og þá að vera. Og við vitum það núna að félagsbústæðir eru einmitt að stefna því að fjölga íbúðum annars staðar en í Breiðholti, sérstaklega ákveðnum svæðum í Breiðholtinu vegna þess að þar hlutfall félagslegra íbúða orðið meira en annars staðar í borginu og við viljum auðvitað breyta því. Þannig að ég bara, fyrir mitt leyti bara svo allir fari hér upp og játa einhvern veginn að því að þessari umræði búið að snúa upp í tóma vittleysu þegar við erum að ræða þetta skipulag. Ég var ekkert að ræða félagslegt húsnæði, vorum ekki að ræða það, við varum að ræða skipulag. Og það þá verið að ræða félagslegt húsnæði eins og það sé þá bara einhver annar hópur af fólki, eins og það sé ekki bara hluti af borginni. Það bara sjálfsagður hlutur og við þurfum ekkert að vera frekar að hugsa það. Þetta samt dýr lóð og við skulum bara hafa það algjörlega á hreinu. Ég hins vegar á því að þetta allt of þétt byggð. Þetta byggð sem ekki kallast á við nærliggjandi íbúðabyggð og það ekki hægt ágæti formaður umhverfis- og skipulagsráðs að benda á einhver önnur atvinnuhúsnæði þarna í næsta nágrenni og segja að þetta bara svona þarna og þetta voru hálfgerð mistök en við ætlum samt að halda áfram sem braut. Það ekki þannig. Og það nú svo sko ef að þeir sem hafa lesið athugasemdir til dæmis, góðar athugasemdir sem komu frá íbúðasamtökum Vesturbæjar, þá enginn að tala einhverja félagslega fjölbreytni eða félagsíbúð. Það ekki issueið. Og ég ætla bara að biðja ykkur og sérstaklega borgarstjóra sem hefur alveg sérstakt lag á því að snúa umræðin alltaf upp út í eitthvað allt annað heldur en það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli það að hér hefðum átt að staldra við. Borgarfulltrúi nefndi hérna með slippinn, ég ætla bara svona að svara því, Hjálmar Sveinsson myndist á slippinn og það nú bara þannig ágæti borgarfulltrúi að það var aldrei nein ákvörðun hjá borginni að slippurinn ætti að fara. Það var bara ákvörðun Slippsins á sínum tíma að hann færi vegna þess að það var ekki rekstrargrundvöllur fyrir þessa starfsemi. Þannig hann tilkynnti það bara að hann væri á förum. Síðan breyttust þær aðstæður og Slippurinn gat verið þarna áfram og hefur þarna mjög áhugaverða starfsemi fyrir þá sem ekki búa nálægt sjónum og gefur þessu hverfi bara mikið gildi. Og eins og borgarfulltrúum veit að þá svona plan B ef að Slippurinn fer þá færist þessi byggð þarna yfir á Slippinn og þá bara gerist það. Þetta náttúrulega hluti af þéttingu byggðar og ég vil svona vel aðeins að minnast á það að ég var að sjá þá skoðanakönnun sem að gerð var það hvernig börn fara í skólan í borginni og þá kemur í ljós að þau eru mest keyrð í Vesturbænum í sína skóla og það kom mér svolítið óvart en það auðvitað segir okkur það að svona þétting byggðar eins og við erum að miða að þarna hún kallar á ákveðna hugsun og kallar á það að við horfum á þetta heildstætt vegna þess að í þéttingum, í þéttri byggð auðvitað meiri hætta. Það meiri umferð, það meiri mengun og þess vegna treysta foreldrar sér ekki til þess eða vilja ekki að börnin fari gangandi í skólan í jafnmiklu mæli og ýmsum öðrum hverfum eins og í Breiðholtinu, Grafarvoginu, Grafarholtinu þar sem að börn ganga mun meira sjálf í skólan. Og þetta skiptir máli. Þétting byggðar ágæt en þétting byggðar hefur sína galla og það verður auðvitað að hugsa þá og svari við því ekki borgarfulltrúi góður og formaður umhverfis- og skipulagsráðs ekki það bara að loka á alla bílumferð. Það ekki ráðið. Það geta ekki allir farið að hjóla alla borgina eins og borgarfulltrúin gerir. Þannig að
Mér finnst aðalatriði að við höldum okkur við þessa grunnhugmynd að við erum að fjalla skipulag. Við erum ekki að fjalla hér þessar félagslega húsnæði sem hvernig óskopunum á einhver að hafa móti því að sé félagslegt húsnæði í þessum 170 íbúðum. Ég bara trúi því ekki að það sé einhver sem móti því. Það getur enginn verið að móti því. Það enginn að spyrja það einu sinni. Aftur að Grensásveginum. Það er eiginlega svona svolítið furðulegt og ég hugsaði það svolítið eftir fundin okkar fyrir hálfu mánuði þar sem við vorum að fjalla Grensásveginn vegna tillögu okkar í minnihlutanum. Það er furðulegt þegar borgarfulltrúinn hér Hjálmar Sveinsson kemur upp og segir, já þetta allt saman hluti á okkar stefnu. Við tókum þessa stefnu og það er algjörlega ófullnægjandi svar. Það er ekki hægt að segja að þetta bara okkar stefna okkur alveg saman hvað gerir sér í kringum okkur vegna þess að við erum búin að ákveða að gera þetta svona. Og borgarfulltrúinn ætti nú að hafa það í huga að slys á þessari götu, þó að hann nefni það einhver hefur keyrt inn í Garða sem hljóta nú að vera svona einhver sérstök tilfelli, kannski bara þessi einhver hálkuskilyrði þarna eða eitthvað annað slíkt sem að ég þekki ekki til og hef aldrei heyrt að menn sé að keyra inn í Garða þarna nema vegna fréttar sem að barst einn bíl sem að ók inn í Garð á einhverjum snjóþyngsta degi síðastliðins árs sem var í nóvember. Þannig að það er bara staðreynd að á þessum vegbút við Grensásveg hafi ekki orðið slys. Sem betur fer, bara Guði sé lof, hafi ekki orðið slys. Slysin hafa hins vegar orðið alveg bara rétt á næstu grösum. Þar eru hættulegustu gatnamót Reykjavíkurborgar og bara hættulegustu gatnamót landsins, það er nú ekkert minni það. Og það eru gatnamót Miklubrautar og Grensásvegar og það væri auðvitað þá guðstugaverk. Og það væri þá minnst umhugsunarefni fyrir okkur að einbeita sér að því, einhenda sér í það að laga þau gatnamót og gera þau öruggari. Á þeim myndu sem að sendar hafa verið út, þar sem við erum og eins og borgarfulltrúinn nefndi, það voru að gera nýja gangbraut mitt á Grensásveginum þarna. Það er fínt, það er ágætt og þá auðvitað að gera það. Við lögðum til að það er byrjað á því. En það er hins vegar allar þessar aðgerðir og allur þessi peningur sem er að fara í gerð þrengingar Grensásvegar er ekki forgangsverkefni og það snýst þetta. Þetta getur ekki verið í okkar hugum forgangsverkefni og það er það sem skiptir máli. Og við erum ekkert að þvælast fyrir, eins og borgarstjóri sagði hér, að við værum eitthvað að þvælast fyrir uppbyggingu stúdentaíbúða. Þetta er svona bara málflutningur sem að dæmir sig sjálfur. Við vorum ekkert að þvælast fyrir uppbyggingu íbúða í Brautarholti. Hverjir þvældust fyrir þar? Vilja menn kannski hugsa það eins? Það voru bara íbúar, það voru bara hagsmunaaðilar, það voru bara þeir sem eru þarna. Þeir gerðu athugasemdir. Ég held satt að segja að það hefur komið 136 nöfn á undirskriftalista sem barst umhverfis- og skipulagsráði og þess vegna auðvitað þvældist málið ef ég nota það orðfæri sem að borgarstjórinn notar, en þetta eru skipulagsmál. Skipulagsmál felast í því að þau eru samvinna borgarbúa og borgaryfirvalda. Þau eru ekki bara ein breið brú. Það er bara ekki þannig. Og við að því að þessi meirihluti, eins og rætt hefur verið á þessum fundi áður, meðal annars þegar við erum verið að ræða gagnsæ vinnubrögð, þessi meirihluti hefur sýnt það ítrekað, hann hefur engan áhuga á þeim athugasemdum sem berast vegna skipulagsmála. Það sést til dæmis í því sem vorum að ræða hér í Vesturbuktinni og það var svo sannarlega málið í Brautarholti. Og svo held ég að borgarstjóri hafi sagt að við þvælst líka fyrir í vísindagörðunum og ég veit ekki hvað í óskopanum er að vísa til það. Þeir voru nú bara, án bara byrja á því. Ég held að þetta fyrstu verkum borgarfulltrúans þáverandi Páls Hjaltasonar að lækka alla vísindagarðana eina hæð. Og við bara sögðum já takk, það er bara fínt. En ég hins vegar minnist þess að íbúar við Oddagötu, þeir voru ósáttir við það að það væri settir upp stúdendagarðar svo nærri þeim og hvað var gert? Þeir voru færðir aftar. Það var nú bara þannig. Þeir voru ekkert að þvælast fyrir, þeir voru bara að koma með góðar ábendingar og við studdum það. Þannig að ég held bara að svona fundur eins og þessi, sem er kannski bara orðinn langur og það er bara svona, kannski komið kveldúlfur í ýmsa hér eins og borgarstjórann sem að bara ríkur af stað og hefur einhvern veginn ekki heimil á sér í þessu öllu saman. Þannig að ég bara boða það að afgreiðsla okkar hér í borgarstjórnum dag og þessum tveimur málum sem við sérstaklega tekið út að vera að ræða verði með sama hætti og í borgarráði og ég jafnframt lýsi því að við munum vera með bókunum við þessa liði.
Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson veitir andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum ósammála forgangsröðun. Það er ekkert skrítið. Þetta eru ekki sömu flokkarnir og þessi flokkar í meirihluta og minnihluta hafa ekki sömu stefnu í öllum málum. Þannig að það er út af fyrir sig ekkert skrítið. Ég bendi þó á að það munu fara 260 milljónir á þessu ári í hjólastíga. Þar með til að mynda talið brú yfir Elliðaárnar við gömlu rafstöðina. Ég veit ekki hvort að því að borgarfulltrúarnir hafa ekki nefnt það að þetta kannski sleppa því þá líka. Ég er svolítið hissa á þessu ofboðslega fókus á Grensásveg sem bara hluti af hjólreiðaáætlun, hluti af því að gera göturnar í borginni vistvænni og öruggari. Og það ekki af því hér talað gegnsæi og lýðræði og þetta ekki einhver geðþótt ákvörðun. Hverfisráð bústaða og háaletis hefur margsinnis krafist þess að öryggi gangandi vegfarenda verði aukið í hverfinu, meðal annars með fækkun á Akranum og Grensásvegi úr 2 í 4. En það hefur líka komið fram mikill stuðningur við þessar aðgerðir hjá íbúasamtökum í þessum borgarhluta. Og það hefur komið fram í viðamikilli greiningarvinnu við undirbúning nýs hverfaskipulags að íbúar í þessum hverfis hluta telja að neikvæð áhrif bílaumferðar þvert í gegnum hverfið og allt í kringum það sé helsta meinsemdin sem að íbúar þurfa að búa við. Verkefnastjóri hverfaskipulagsins fyrir þennan borgarhluta sagði og fundi gjalds fyrir löngu hjá umhverfis- og skipulagsráði. Það sem að í þessu hverfi, það mjög einfalt. Það er umferðin, það er umferðin, það er umferðin. Við þessu meirihluti borgarstjórnar að bregðast. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið að veita andsvar. Þá svarar Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, andsvari. Já, forseti. Kannski hægt að segja að það sem skiptir öllu máli í þessu hverfi öryggi, öryggi, öryggi. Kannski það bara aðalatriði og við ætlum að taka það fyrir. Það svo að ef við segjum, já, við erum ekki sammála þeirri stefnu sem tekin hefur verið í skipulagsmálum í Austurbygdinni, þá sagt ég þeir eru á móti félagslegu húsnæði. Og við segjum, nei, við erum ekki sammála því að það hafa forgang að fara að breyta Grensásveginum með þeim hætti sem að gert Já, þá eru þið bara á móti hjólreiðum. Svona málflutningur bara út í hött og ég hálf leiður á þessu að koma hér upp og benda borgarfulltrúanum á að vera ekki alltaf að segja þið eru á móti hjólreiðum, þið eru á móti göngustígum. Það er ekki rétt og borgarfulltrúan veit það. Hann talar hér að flokkarnir gerir þetta og hitt og okkar flokkar séu ólíkir. Ég bara minnist ekki að Sjálfstæðisflokkurinn hafi tekið það sérstaklega fyrir á sínu landsfundi hvað það gerir við Grensásveginn. Ég held bara honum sé nokkurn veginn slétt sama sko. Þetta bara einhver almenn heilbrigð skynsemi sem að ég tel að við erum að fjalla hér og það er heilbrigð skynsemi sem að lítur að ráða. Ef að borgarfulltrúanum finnst hann vera í einhverjum flokki sem búin að ákveða það, nei, bara halda þessu áfram í einhverju hjarðhegðun sem að þessi meirihluti alltaf í, þá það sko. En ég bara ekki með honum í því. Það er bara þannig. Ég vil bara fara vel með opinbert fé. Mér trúað fyrir því og treyst til þess að fjalla það. Ég því miður ekki meirihluta og svona meirihlutinn hann svona hefur ekki sýnt neitt áhuga því yfirleitt að starfa með minnihlutanum og þar á meðal mér. Það verður þá bara að hafa það, en ég hef mínar skyldur og mínar skyldur eru það að veita aðhald og benda á það sem að ætti betur að fara og þetta svo sannarlega eitt af þeim. Alveg sama hvað sagðan einhverja stefnur sem að þessi meirihluti hefur tekið á einhverjum tíma og allar svo að fylgja eftir algjörlega eins og ég veit ekki hvað. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já að fylgja eftir stefnu sem að kynnt fyrir kosningar og síðan eru það þá kjósendur sem að ráða því hvort að þeir veita þeim flokkum með tiltekna stefnu brautargengið ekki. Þannig virkar þetta kerfi.
Og síðan eftir kosningar að þá reynir auðvitað þeir sem að komast á í meirihluta að fylgja boðaðri samþykktri stefnu. Ég myndi segja að það sé fyrir eitthvað svona skýr og heiðarleg stjórnsýsla. Og það getur vel verið að einhverju séu alveg á móti þessari stefnu. Það getur vel verið að einhverju séu algjörlega mótfallnir útfærslu stefnunar. Ég minni þó enn og aftur á að það voru sjálfstæðismenn, nokkrir sjálfstæðismenn sem stóðu hér að því að hér var hundið að stað ágætri hjólreiðaáætlun. Ég efast hins vegar að allavega borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins eins og hann í dag hefði haft mikla burði, getu eða vilja til að fylgja eftir sinni eigin samþykktu stefnu varðandi hjólreiðaáætlunina. Það þarf stundum viljakraft og svolítinn dug og þor til þess að fylgja eftir sinni stefnu. Og sérstaklega þegar að það kom upp svona frekar mikið lýðskrum og þeir sem að vilja efla hér hjólreiðar í Reykjavík eru annars vegar sakaður það að það eigi allir að hjóla sem er náttúrulega fullkomið bull eða þó að þeir vilji svelta gamalt fólk sem er náttúrulega eins ómerkilegt lýðskrum og hægt ímynda sér. Og ég hélt satt að segja að menn myndu ekki fara út í þá sálma en það reyndist ég að rangt fyrir mér. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Já, forseti, þetta eru náttúrulega svolítið skilmingar en ég held að við ættum ekki vera mikið að reyna einhverja morfísstæla og vera eitthvað sniðugir að koma hér upp og vera eitthvað að berja okkur á brjósti, það bara einhvern veginn fer þess ekki sérstaklega vel. Og það að reyna að gera því skóna að við séum eitthvað á móti hjólreiðaáætlun sem áttum frumkvæða slíkri áætlun ágæti borgarfulltrúi. Þannig að hann byggir eiginlega á því starfi sem að við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins þar á meðal ég hrundum í framkvæmd. Þannig að við skulum bara tala hlutina eins og þeir eru. Það var stefna og hún var lögð fyrir kjósendur og kjósendum leist vel á það. Upplýsti, ég bara man það ekki borgarfulltrúi góður, upplýsti Samfylkingin kjósendur það að þau ætluðu að tapa 12 milljörðum árið 2015. Ég man það bara ekki. Var það þannig? Og upplýstu kjósendur það að þeir ætluðu að tapa 2,8 milljörðum árið 2014. Ég bara man það ekki. Honum er frjálst að koma hingað upp og upplýsa okkur það og segja okkur þá að hann hafi upplýst þetta samhliða og þeir myndu standa með hjólreiðaáætlun og hjólreiðastíga gerð alveg sama hvað átundi. Kannski hann vilji skýra það. Og það með það fólk, aldrað fólk sem að fær ekki mat eins og manni finnst bara svona mannréttindi helgar ekki frá okkur komið sko. Við erum ekki að búa til eitthvað. Það var bara hið ástkæra tónskáld Jón Ásgeirsson sem var haft viðtal við í Fréttablaðinu og hann kom reyndar hér á pallana til þess að sýna þessu máli stuðning. Og hann bent á það að það væri ekki lengur verið að matreiða og framreiða mat á laugardögum og sunnudögum í Eyrborgum og hann kvartaði við því og við bentum á það. Þetta kom sama dag og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson samþykkti 170 milljónir í Grensásveg. Fyrirgefðu borgarfulltrúi að ég skulle hafa gert þennan samanburð. Ég held bara allir borgarbúar hafa gert það nema einn, kannski borgarfulltrúin sjálfur. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvarum lokið og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi er næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla bara að bæta því við þessa umræðu sem hér fer nú fram að það er mjög sérstakt að heyra borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson, formann umhverfis- og skipulagsnefndar, halda því fram og gera því skóna hér að við sjálfstæðismenn sem á móti hjólreiðum í borginni. Ef hann myndi kynna sér söguna þá sagði hann að það var undir stjórn Sjálfstæðisflokksins sem fyrst voru gerðar áætlanir uppbyggingu göngu- og hjólreiðastíga í borginni og í umferðaröryggisáætlun sem var 2002 þar sem borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins var formaður að þar var í fyrsta sinni slíku umferðaröryggisáætlun gert ráð fyrir markvissri uppbyggingu hjólreiðastíga í borginni við lagningu nýrra gatna og endurgerð gamalla. Nóg það.
Og hér aðeins fyrir á fundinu þá hélt hann því fram í þessari umræðu að fór hann að tala 90% lánin og fór að sakaði Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn það að bera ábyrgð á því máli, á þeim hagstjórnarmistökum. Ég held að sé margt til í því að þeir flokkar bera ákveðna ábyrgð á því, en ég held að það voru fleiri flokkar sem voru hlynntir því máli, ekki síst Samfylkingin, og það til ýmsar ritaðar heimildir það að Jóhanna Sigurðardóttir sem þá var þingmaður, þannig 2003 til 2004, að hún krafðist þess, gekk mjög hart eftir því að það yrði farið út í þessi alræmdu 90% lán. Þannig það var alveg ljóst að þetta mál átti sér stuðningi í fleiri flokkum heldur Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum. Fyrir kosningarnar 2003 þá var þetta eitt helsta kosningaloforð Framsóknarflokksins og strax að loknum þeim kosningum þá var Samfylkingin ekki sein á sér að bjóða Framsóknarflokknum til stjórnarsamstarfs og alveg ljóst að Framsóknarflokkurinn hefði ekki bakkað með þetta. Og í umræðum á Alþingi þá gekk Jóhanna Sigurðardóttir alþingismaður mjög hart eftir því á þessum tíma að það yrði staðið sem fyrst við loforðum 90% lán og það yrði gengið lengra heldur en þá yrði bankan sem yfirleitt buðu upp á 80% lán. Þannig að, og seinna var þessi ágæti þingmaður formaður Samfylkingarinnar. Þannig að ég held að menn ætti að fara varlega í sleggjudómum um svona mál sem var ljóst að nutu stuðnings held ég meðal allra flokka á Alþingi. Segja þetta bara svona söguna vegna. En ég ætla að fjalla hér um mál sem í fundargerð borgarráðs frá 28. janúar, síðasta borgarráðsfundi, og þar kemur fram samkvæmt 17. lið, þar lagt fram svar borgarstjóra við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um fjármögnun byggingar mosku. Þetta er hálfgert gamalt mál, þetta er eina af þessum fyrirspurnum sem var lögð, það liði nú ekki nema 2 mánuðir þangað til henni var svarað, sem sjálfur sér bara vel að verki staðið þegar að miðað við framgang fyrirspurna hér í ráðhúsinu. En forsaga málsins er svo að í mars síðastliðnum það barast fregnir af því að Sádi-Arabar hygðust leggja 1 milljón bandaríkjadala eða 130 milljónir króna til byggingar mosku í Reykjavík. Þessi frétt vakti sjálfsögðu mikla athygli og við þetta tækifæri var haft eftir Degi Bjargeirssyni borgarstjóra að umrætt fjárframlag þarfnaðist skýringa. Og hann tjáði sig um málið á Facebook síðu sinni og sagði þar orðrétt með leyfi forseta: Þessar fréttir þarfnast að mínum mati skýringa og umræðu. Hafa þessi fjármuni verið þegnir og ef svo fylgja þeim einhver skilyrði. Ég hef óskað eftir því að Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar afli upplýsingu þessar fréttir, reynslu og fordæmi nágrannaþjóða í þessum efnum og önnur atriði sem máli geta skipt. Ég held að þarna hafi borgarstjóri komist bara mjög vel að orði. Það er alveg eðlilegt að þegar að Reykjavíkurborg úthlutar eins miklum gæðum eins og þarna verðum að ræða, einnig dýrustu lóð borgarinnar undir moskubyggingu, að við áttum okkur svona á því hvaðan peningarnir koma sem fari að byggja moskuna. Ég held að borgaryfirvöld hafi yfirleitt þegar gjafalóðir er að ræða, þá ég að tala til þess að gjafalóðir til trúfélaga, til íþróttafélaga og þjóðþrifastofnana sem hafa í gegnum tíðina fengið annaðhvort ókeypis eða ódýrar lóðir hjá borginni. Þá held ég að borgin hafi svona óskað eftir því að þessi gerð grein fyrir fjármögnun, þannig að við náttu þessi árunni bara hvort að viðkomandi félag hafi bolmagn til að byggja upp myndarlega á lóðinni og eins af ýmsum öðrum ástæðum. Nú, það er ekkert að því. Ég held að það eigi ágætlega við í þessu tilviki að það þarf ekki að vera athugavert við að þó að peningarnir komi frá erlendis frá, en ég held að sé bara í nafni upplýstrar umræðan og nafni gagnsæis sem við ræddum nú fyrir á þessu fundi, þá er allt í lagi að almenningur sé upplýstur um það og við í borgarstjórninni. Nú þegar að síðan 8 mánuðum síðar í nóvember, þegar engar skýringar höfðu lægi fyrir, þá fylgdum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins málinu eftir með fyrirspurn í borgarráði, þar sem við óskum eftir greinargerð hvernig fjármögnun hennar væri háttað. Og svarið kemur sem sagt hana fram á síðasta borgarráðsfundi og ég þakka fyrir það. En því miður það er alls ekki gott. Í svarinu er áleitnum spurningum fjármögnun moskunar engan veginn svarað. Og það kom fram á borgarráðsfundinum að borgarstjóri hefði ekki, við tókum þau svolítið á það hvort að borgin hefði farið formulega fram á þessar upplýsingar en það er minnst kosti ljóst að
að borgarstjóri hefur ekki óskað skriflega eftir því að byggingaraðili, Félag múslima á Íslandi, upplýsi hvernig bygging verður fjármögnuð og hlutdeild hugsanlegra styrktaraðila í henni. Þetta og á fundinu var bara vísað í minnisblað Mannréttindaskrifstofu sem er ítarlegt að mörgu leyti en samt ófullnægjandi. Það verður ekki séð að það hafi verið óskað skriflega eftir þessum upplýsingum frá þessu ágæta félagi. Einungis vísaði að það hafi verið fundir með forsvarsmönnum þess. Mér skilst að engar fundargerðir liggi fyrir frá þessum fundum. Ef að fundargerðir liggja fyrir eftir þessa fundi þá óska ég eftir að fá þar afhendar. En hryggjarstykkið í minnisblaðinu er rauninni texti þar sem er vitnað í fjölmiðla ummæli fyrrverandi og núverandi formanns félagsins málið. Og samkvæmt þeim þá fullyrðir fyrrverandi formaður félagsins að ekki verði hægt að byggja mosku hérlendis án erlends fjármagns, en núverandi formaður er bjartsýnn á að félagsmenn geti sjálfir staðið þarna straum af byggingarkostnaði. Þarna urðu formannsskipti í haust og maður sér að það eru svona misvísandi upplýsingar hvort að félagið geti ráðast í þetta án erlends stuðnings eða ekki. Og reyndar þá vísar nýr formaður félagsins, það kemur fram í minnisblaðinu, sem er byggt á fjölmiðlaumfjöllun sem ég verð nú að segja að mér finnst ekki nógu vöndu vinnubrögð þessu máli. En það kemur fram að hann er mjög bjartsýnn, formaðurinn, og vísar til þess að þessi 500 manns í félaginu og gefur sér síðan, eða nefnir að ef 200 af þessum 500 borga 1 milljón, sé félagið komið með 200 milljónir og alltaf því helmingina kostnaði, og vonandi til 2 ár verði allt fullbyggt. Og hann er mjög bjartsýnn á að félagið sjálfur geti fjármagnað þetta. Nú það er alveg hægt að taka undir þessa bjartsýni eða vona að hún verði að veruleika og óska félaginu alls síns besta við að byggja upp þetta mannvirki. En ég verð að segja samt að ég teldi betra að borgin óskaði eftir þessu með svona aðeins formlegri hætti, svona bréflegri hætti. Þannig að það væri alveg ljóst með hvaða hætti félagið hyggst reisa bygginguna. Nú þarf við sjálfsög ekkert að vera að því þó að fé komi erlendis frá, en mér finnst það bara rétt að við vitum það. Hérna í fortíðinni áttu sér oft stað umræður á opinberu vettvangi það þegar stjórnmálaflokkar reistu sér þak yfir höfuðið, og það til dæmis voru þeir flokkar sem voru forverar Samfylkingarinnar, þeir voru sakaðir það að þiggja fé frá Sovétríkjunum til þess að byggja yfir sig húsnæði, og mér skilst nú að einhvern veginn að enn sé húsnæði Samfylkingarinnar að hluta til rekið af einhverjum sjóðum sem eru til við sölu á því húsnæði sem menn voru sakaðir að hafa þegið fé frá Sovétríkjunum til að byggja sínum tíma. Ég ætla ekki að dæmi það, en sem sagt vinstri menn lágu undir ámælum það árum og áratugum saman að þeir væru að þiggja fé frá Sovétríkjunum. Þeir neituðu því, en seinna held ég að það hafi nú verið sýnt af sagnfræðingum að það var eitthvað til í þessu. Einhverjir fjármunir voru þegnir frá Sovétríkjunum til að byggja hér flokkshúsnæði. Eins var það þannig með Alþýðuflokkinn, hinn forvera Samfylkingarinnar, að hann þáði fé frá norrænum systurflokkum til starfsemi og rekstrar hér á Íslandi, lá undir ásökunum fyrir það, og þetta var leiðandi umræða. Sjálfur sér það var ekkert ólöglegt við þetta, en menn bara vildu vita þetta, og endanum voru samþykkt lög á Alþingi það sem kváðu á það að ef að stjórnmálaflokkar tæju fé frá útlöndum til starfsemi sinnar, þá ég held að það hafi verið tekið fyrir það, en minnstu kosti það er gerð grein fyrir því. Það er sjálfsög ekkert sem bannar það að trúfélög teki fé erlendis frá til starfsemi sinnar, en mér finnst allt í lagi að þegar í slíkum tilvikum þá séu slíkar upplýsingar veittar og séu veittar greiðlega hér til borgarstjórnar þegar þar er beðið. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Jú, háttvirtur borgarstjóri tekur næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir gögnin sem aflað var vegna fyrirspurna minnar og síðan Sjálfstæðisflokksins fjármögnun á mosku. Mér finnst engin ástæða til þess að tortryggja þá gagnaöflun, enda kom fram
hefur komið fram að gögnin í minnisblaðinu eru þau sömu og hafa komið fram í fjölmiðlum. En við erum ekki með betri gögn og ég held að kjarni málsins sé komið líka fram að það er ekki lagaskylda að veita okkur upplýsingar, þannig að við getum ekki gengið eftir þeim og þess vegna gerði borgarráð mikilvæga samþykkt, beinaði til Alþingis að þarna yrði lagaskylda. Það var gert varðandi stjórnmálaflokka í lok 7. áratugarins og það hafa verið lög sem banna fjárframlög erlendis frá til stjórnmálaflokka alla tíð síðan, núna í 35 ár og komu löngu áður en að lög fjármál stjórnmálaflokka voru sett. En mér finnst þetta þýleiti skylt og tek þar undir með borgarfulltrúanum að mér finnst alveg jafn eðlilegt að þetta sé upplýst og upp á borðum eins og fjármál stjórnmálaflokka þó þetta sé ekki alveg sambarlegt og mér finnst mér það bara eðlilegt. Og það var undirliggjandi því þegar að ég óskaði eftir því að Mannréttindaskrifstofan færi í þetta mál. Mér finnst þetta draga fram að þarna mætti hafa lagastoð. Þannig við gerðum þrennt. Við beindum til þingsins að fá lagastoð fyrir því að afla upplýsingum með þetta. Við ítrekuðum fyrir samþykkt varðandi skyldu okkar til þess að leggja lóður undir trúfélög og í þriðja lagi að þá beindum við til trúfélaga að upplýsa fjármögnun kirkjubygginga og bænahúsa. Þar með hefur borgarráð tekið býsna skýra afstöðu í þessu að mínu mati og ég held að sé bara gott og vonast til þess að þetta leiði til þess að þessi mál verði meira upp á borðinu. Ekki bara í tengslum við umræðu moskubyggingu, heldur bara kirkjubyggingar almennt og önnur trúfélög. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, veitir andsvar við ræðu borgarstjóra. Já, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið og það er alveg rétt sem hann segir, lýsir hvernig við ræddum og hvernig niðurstaða fundarins var hann í borgarráði síðasta. En ég vil þó segja át á orðum hans að ég tel að við þurfum ekki að bíða eftir lagastóð. Auðvitað er kannski betra að hafa lagastóð í þessum efnum, en borgin náttúrulega á hverjum degi mjög oft óskar eftir upplýsingum hitt og þetta án að hafa beinlínis lagastóð fyrir því. Þangað til maður reynir annað, þá myndi ég bara trúa að þessi byggingaraðili eins og aðrir væri bara alveg tilbúin að gefa okkur upp hvernig hann hyggst fjármagna þetta ágæta mannvirki og ég held að við þurfum ekki til lagastóð til þess að óska eftir því. Auðvitað þess vegna tel ég að það væri bara rétt að óska bréflega eftir því. Mér finnst svolítið óþægilegt að því bara við þekkjum öll hvernig við vinnum í kerfinu, minna við erum í stjórnsýsluvald, að við vitum það bara þegar fyrirtæki eða félög eða fólk nálgast okkur, þá biðjum við yfirleitt að skrifa bréf. Það er ekki nóg að tala munnlega við borgarfulltrúa þó að margir geri það. Ef að erindi þarf að hafa eitthvað framgang í kerfinu eða þá þið vitið hvað þessi formleikti skipta miklu. Og það þykir ekki vönduð stjórnsýsla að reisa ákvarðanir eða taka afstöðu til mála á einhverjum tilvitnuðum samtölum, einhverju sem hefur komið fram munnlega á fundum jafnir sem engin fundargerð liggur fyrir út af. Að menn þess vegna viljum við sem stjórnvaldi vill hafa svona bréflegar heimildir fyrir þeim upplýsingum sem við byggjum okkar starf á. Og saman með þetta, ég tek alveg undir með borgarstjóra, við samkvæmt lögum getum við ekki krafist þess og svo verðum við bara að sjá til hvað Alþingi gerir í málinu. En þess vegna, meðan við höfum ekki slíka lagaheimild, þá finnst mér ekkert að því að við bara óskum bréflega eftir upplýsingunum og hef enga ástæðu til að ætla annað en þetta ágæta félag bara veit okkur þar. Nú, ef það veitir okkur það ekki, þá getum við ekkert í því gert en manni finnst það verra og finnst þá skrýta við skildum ekki fá upplýsingarnar. En þangað til, þá bara vil ég ætla því að þessu félagi vilja vita upplýsingarnar og tel að þarna hafi ekki verið staðið nógu vel að verki hjá borginni. Við eigum bara með skýrum hætti að óska eftir þeim. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að veita andsvar, þá svarar háttvirtur borgarstjóri andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta var svolítið undarleg ræða vegna þess að ég var að fara yfir það að í borgarráði á fimmtudaginn að þá samþykkti borgarráð eftirfarandi, með leyfi forseta, þá beinir borgarráð þeim tilmælum til allra trúfélögum að gera grein fyrir fjármögnun slíkrar uppbyggingar þótt lagaskylda sé ekki fyrir hendi, tilvitnun lýkur. Borgarráð er með öðrum orðum búið að samþykkja að beina þeim tilmælum til allra trúfélaga og
og því verður auðvitað fylgt eftir. Þannig við þurfum ekki að ræða það hvort að borgin ætti að gera það. Borgar hafa búið að samþykkja það. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara þakka borgarstjóra fyrir þessi orð. Mér fannst það ekki vera alveg nógu skýrt eftir fundinn að í þessu tilviki yrði leitað eftir upplýsingum. En borgarstjóri segir, eins og hann sagði í fréttum í mars síðastliðnum fyrir 10 mánuðum, að það yrði óskað eftir þessum upplýsingum og því yrði fylgt eftir. Og ég treysti því þá bara, þessum orðum borgarstjóra sem hann lætur falla hér í kvöld, að þessu verði fylgt eftir og þau trúfélög sem hyggja á byggingar, hvort sem það er byrjað á þeim ekki, þá muni borgin formlega óska eftir þeim upplýsingum í hverju tilviki. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar háttvirtur borgarstjóri andsvari öðru sinni. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég get upplýst það á þessum fundi að búið að skrifa bréfin. Þannig að þessu verður fylgt eftir og bréfin fara úr húsi. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Við göngum til atkvæða þá liði sem hér eru undir. Við byrjum á 11. lið fundargerðar borgarráðs frá 21. janúar síðastliðnum sem varðar Grensásveginn. Þau sem samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Við göngum til atkvæða 12. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. janúar sem varðar gömlu höfnina Vesturbugt. Þau sem samþykkja þá tillögu gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6 og þá er það 30. liður sömu fundargerðar tillaga að viðauka vegna kjarasamninga. Þau sem samþykkja það gefi merki. Má ég biðja? Já. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Við göngum til 5. liður útsendri dagskrá sem er fundargerð forsætisnefndar frá 20.